Þess að komin heim eftir viðburðaríkt tímabil út í Svíþjóð. Við byrjum bara á því, þetta mikil vonbrigði að falla? Já, raunverulegt að falla. Töfum senast 6 leikinn á tímabilinu. Þannig við þurftum að fara í eitthvað umspil sem endaði ekki vel, þannig að það var bara glatað sko. Bara svona tímabilið heilt yfir hjá þér, hvernig svona ánægð með frammistöðuna þín? Já, svona heilt yfir sko. Náttúrulega ég byrjaði betur fyrstu svona 20 leikina. En síðan seinustu leikina voru þetta bara erfið fyrir mig og liðið sem heild bara. En svona heilt yfir var þetta mjög gott fyrir mig sko. Bara svona aðeins út í þessa umspilsleiki. Seinni leikurinn, það var mikið læti bara á meðan leik stóð og hvernig var þetta? Já, bara tók 5 tíma að klára leik eða eitthvað. Bara okkar stuðningsmenn voru bara með einhver mótmæli, bara kast inn á blísum og eitthvað flugeldum og einhverju rugli. Þannig að það var bara svona, já, leiðilegt, en svo sem skilum alveg að þeir voru pirraðir. Svona hvernig er staðan á þér núna, liðið falli í næstustu deild, þú átt 1 ár eftir að samningi, hver eru næstu skref hjá þér? Ég bara er að skoða, þú veist, alla möguleika núna í janúar sko, þú veist, bara veit einhver lið sem hafa haft samband, þannig að það er bara að taka sér tíma og skoða hvað er best í stöðunni sko. Eitt þessara liða, allan að hefur verið greint frá því eru meistararnir Mjallby, hefur eitthvað heyrt frá þeim? Já, ég hef eitthvað heyrt frá þeim, tók einhvern fund með þeim daginn. En síðan, þú veist, ég veit ekki hvort það gerist eitthvað meira þar, við höfum bara að sjá til sko. Spennandi að heyra frá samt meistarunum? Já, það er alveg spennandi að heyra frá þeim, frekar svona lítið lið á sænska mælikvarða þótt þeir hafa verið meistarar núna. En þeir eru að vera, þú veist, þeir eru mjög fínir og bara gaman að heyra áhuga frá þeim sko. En þessi bara svona lið sem hafa heyrt í þér, er það allt sænskt lið? Það er bara dálítið sko frá Svíþjóð, Norðurlöndunum, Danmörku og eitthvað. Síðan eitthvað aðeins út fyrir Skandinavíu. Er eitthvað land sem þú vilt að halda þér í Svíþjóð eða er eitthvað svona sérstakt sem þú vilt fara í? Ég er ekkert með neitt svona sérstakt preference sko, bara það sem ég líst best á. Auðvitað bara svona aðeins aftur tímabilið, Magni Famberg, mikið svona rættum hann nýverið, hann var látið fara á miðju tímabilið, hafði það mikil áhrif á liðið? Já, ég myndi alveg segja það, hann var svona stór póstur hjá Norrköping, hann kom inn, gerði mikið af mjög góðum hlutum, allan á mínu mati, en síðan á endanum, ég veit ekki hvað gerist, ég veit ekki hvort stjórnin hafi verið óánægð með hann eða hans verk eða hvað. En hann var bara látið fara held ég sko, þannig að það hafði mikil áhrif á okkur og liðið sem bara heild. Þetta 2 liðsfélagar þínir báðir mættir heim, Jónatan og Arnór, svona ánægðir fyrir þeirra hönd að vera mættir heim? Já, ég er alveg mjög ánægður fyrir þeirra hönd, ég held að þeir vera bara, þú veist, mjög glaðir. Náttúrulega Arnór kom með, þú veist, hann er með fjölskyldu, þannig að ég skil hans svona aðstæður mjög vel. Jónatan líka, hann bara, þú veist, hann spilaði náttúrulega ekki mikið í sumar, þannig ég skil bara ef hann vill koma heim og bara taka, því hann er geggjaður leikmaður, bara taka ár í bestu og síðan er alltaf möguleiki að fara aftur út. Mikla trú á Jónatani? Já, ég hef mikla trú á honum, hann er mjög öflugur leikmaður. Þetta bara svona þessu þitt lið hérna heima, Stjarnan, hvernig er svona fæst þér að horfa á þá í sumar? Bara mjög fínt sko, ég reyna að horfa á flesta leiki, bara leist mjög vel á og svo er þeir búin að gera vel á markanum núna, þannig að ég held að þeir verður bara flottir næsta sumar. Því að vera bestu bara næsta sumar? Já, ég held það sko. Takk hérlega, Ísak. Takk.